Og hér Valdimar Grímsson í flugtækinu. Patrekur upp og hann skorar! Patrekur Jóhannesson skorar hér fyrsta marksinn í leiknum og það gengur vel hjá KM í fyrstu tveimur sóknum að finna réttu leiðina. Þeir eru mjög sannfærandi það sem að vera hérna allavega í sóknarleiknum og Finnur Jóhannsson á mjög erfitt verkefni fyrir höndum að ná að stöðva þarna Patrik. Hann er gífurlega skotfastur og með fjölbreytt skot. Við skulum bara ná yfir byrjunarlið KM-manna hér. Í minnsta horninu var Örn Arnarsson. Patrekur fyrir utan, Andrið á miðjunni, Erlingur hægra megin fyrir utan og Patrik með skot sem Guðmundur ver. Og hottkast. Og í hægra horninu Valdimar Grímsson og svo inn á línu Leóar Þorleifsson. Og afhverjir eru Sigmar Þröstur Óskarsson í KM-mark. Unnu síðast stóran titil KM-menn þeir eru Íslandsmeistarar í fótbolta 1989. Og hér skorar Júlíus Gunnarsson fyrir Val. Og jafnar hér leikinn 2-2 er þá staðan. Júlíus náði þarna mjög góðu skoti á markið og Sigmar er óheppinn að ná ekki að verja þetta. Og hér er Alfreð Sigurð og hann skýtur. Ég veit að þetta var ekki leikkerfið en hann reif sig úr frían Alfreð og skoraði annað mark sitt og staðan 3-2 hér fyrir KA. Þetta sem að getur reynst væntanlega Guðmundur Valsmönnum svolítið erfitt að hafa Alfreð sem stórskýttu þarna í vinnustuðinu. Ef hann heldur þetta út og spilar að þessum krafti áfram þá verður þetta mjög erfitt fyrir þá að ráða við þetta. Valdimar truflar greinilega spil Valsmanna með því að svo leika svona framalega. Hér er vítakast. Þetta getur hann einmitt gerst líka þá Guðmundur þegar menn fara tölur framalega í völdinni að það opnist línuna. Jón á vítalínunni Kristjánsson og Sigmar Þröstur ver. Sigmar Þröstur Óskarsson ver hér fyrsta vítaskoti í þessum leik og Valdimar skorar glæsilega fyrsta mark sitt í leiknum og staðan hér 4-2 KA í hag. Þetta var mjög skemmtilegt hraðahlaup, hann leysti Valdimar inn úr horninu og Patrekur kom auga á hann og sendi beint á hann og hann snýr hann síðan undir Guðmund. Þetta var sérstaklega vel gert. Valdimar notaði snúningstæknina þarna. Og þeir hafa beitt þessu vopni mjög í vetur KA-menn að nýta sér hraðahlaup. Einmitt vegna þess þeirra að spila sterka vörn og góða markvörslu þá hafa þeir fengið hraðahlaupin og nýta sér það mjög vel. Það var Þorbjörn Jensson þjálfari Valsmanns að það sem kemur til með að ráða úrslitum í þessum leik væri markvarsla og hraðahlaup, vörn, markvarsla og hraðahlaup. Það er svo sem engin ný lexía, það er nánast gegnum gangandi í handboltanum. Stór leik í íslenskum handbolta. Og við að vera leita væntanlega og Leó Örn hér með mark. Leó Örn Þorleifsson skorar hér fyrsta mark sitt í þessum leik. Frábær línusetning á Patriki þarna. Þeir freista þess að ganga mjög langt út í hann til þess að reyna að brjóta á honum en þá opnast fyrir línuna í staðinn. Og hér er Jón með sendingu laglegin á Geir og glæsilegt mark. Frábærlega gert hjá Jóni og Geir að grípa þetta og skila boltanum rétt að leið. Þetta var frábærlega vel gert og þarna hafði Jóni í raun og veru tvö möguleika að senda á Geir eða senda hann beint yfir og hann kaus að velja þarna að senda hann á Geir og Geir vann mjög vel úr þessu. KA-menn einum færri, við höfum ekki gleyma því. Þeir eru að hóðast inn í vörðinu væntanlega með það fyrir augum að tefja og Alfreð með þrumuskot og mark. Glæsilega gert hjá Alfreð og það er þetta sem hann getur svo sannarlega Guðmundur rifið sig upp úr þessu og gert hlutina sjálfur alveg. Já, maður hefur nokkrum sinnum séð þetta. Þetta var alveg frábært. Hann hérna mikilvægt í þessari stöðu að ná að skora þarna einum færri. Það er eitthvað í víkjel hjá Valsmönnum. Valdimar las þetta hárrétt, stelur boltanum og skorar! Valdimar Grímsson hefur svo sannarlega spilað varnarleikinn vel. Skora hér annað mark sitt. Hann las þetta alveg hárrétt, sjáu því. Vissi nákvæmlega hvað þeir voru að fara að gera þarna og þetta er mjög mikilvægt að ná að komast svona inn í sendingu og skora þarna og þeir voru þarna einum færri. Skora 2 mörk einum færri KA-menn. 7-3 er staðan 4 marka munur. Já, það reynir meira á Júlíus fyrir vikið og Dagur missir boltan nær honum þó aftur og Sigmar ver með tilþrifum. Dagur var nærri búinn að bjarga sér út úr þessum ógöngum en hér er Patrekur með sending á Dag og Frosti fer hér einn og skorar í auktmarkið. Sigmar Þröstur að reyna að fiska boltan en tókst ekki. Þarna var Patrekur og fljótur á sér, hann hefði átt að róa þetta niður. Þeir voru þarna með stöðinu 7-3 og í raun og veru lág ekkert á. En það er svona, það er auðvitað að sitja hérna og segja þetta. Og
Sigmar upp hér og enn ver Sigmar frá Degi. Reyndar Sigmar frá Eyjum en ekki frá Degi, en hann varði samt frá Degi. Sveinn Sigurðsson fékk að líta gula spjaldið út frá þessu. Og þetta 2 mínútur og 5 og vítakast. Hárrétt. Atli Þór gerði þetta mjög vel. Þetta var mjög vel gert hjá honum. Hann plattaði Finn hann upp úr skónum. Mjög vel gert og Finnur rækir þarna í hann. Staðan 7-4 KA í Hag og Valdimar skorar. Valdimar Grímsson skorar hér 3. mark sitt í þessum leik. KA hefur yfir hér 8-4. Og Jón Kristjánsson hér reynir að komast fram hjá Valdimar og tekst það og á gott skot, en þarna vildi Jón fá aukakast og er ég nú nokkuð sammála því. Gengur svona hálfpartinn í honum. En KA-menn á boltanum og geta hér náð 5 marka fórustu. 5 marka fórustu geta KA-menn náð og það rétt rúmlega hálfnaður fyrir hálfleikur. Alfreð með boltan. Patrekur hér á Erling og Erlingur en Guðmundur ver en Leó nær boltanum og skorar! Leó er á réttum stað á línunni fyrir KA-menn og skorar hér. En Guðmundur varði þetta frábærlega frá Erlingi Kristjánsinni. Leó skorar þetta annað mark sitt. Þetta var sérstaklega vel úr þessu unni hjá honum. Alveg geysileg barátta þarna í KA-vörninni og menn eru sko ekki teknir neinum vettlingatökum. Þeir eru nálgast þarna vítategin. Nei, og hér skorar Júlíus fyrir Valsmenn og loksins segja eflaust margir Valsmenn. Júlíus skorar hér 3. mark sitt í leiknum, hefur skorað 3 mörk af þessum 5. Það er þá þetta sem þið þurfa að gera Valsmenn, það er að skjóta langskótunum til þess að nálgist ekki vörninum og þaðan 9-5 KA í Hag. Alfreð með sendingin á Leó, hann missir boltan en vítakast segja dómararnir Óli Olsen og Gunnar Kjartansson. Þetta var glæsileg sending, sjáu þið hér. Sendir í gegnum klófi á Geir hérna. Frábær sending. Og svona í fyrstu fannst mér bara Leó missa boltan en Óli var ofan í þessu og sá þetta vel og dæmir vítakast og Valdimar er á vítalínunni. Og Valdimar skorar. Valdimar Grímsson skorar hér 4. mark sitt og breytir stöðunni í 10-5 KA í Hag. Valsmenn verða núna að ná góðum leikafla fyrir hálfleik. Það er ekki nema 8 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Það er nú ekki nema bara fyrir sjálfstraustið og vítakast. Valur stendur fyrir innan. Já, ég sýndist það. Þetta sé alveg hárið fyrir dómur. Ekki Valur allavega en Jón Kristjánsson skorar úr vítakastinu. Jón Kristjánsson skorar hér fyrir Valsmenn. 1. mark sitt í þessum leik og minnkar muninn í 4 mörk. Nú fara í hönd fróðlega mínútur að sjá hvernig KA-mönnum tekst að leysa þetta. Já, Alfreð með skot í stöngina og fær boltan aftur og skorar! Alfreð Gíslason er hér í banastöðu og eins og sjámátti á fagnaðarlátunum gefur hann allt í þetta. 11-6 KA í Hag, sjá þetta hérna aftur. Þarna nær Alfreð bæði mjög góðu skot á markið og síðan bara hirðir hann boltan í frákasti. Þarna. Mjög vel gert. Já, þetta er hörku góður leikur hér hjá KA. Það er ekki annað hægt að segja. Og Dagur með þrumuskot á mark hér fyrir Val. Dagur Sigurðsson skorar hér 1. mark sitt í leiknum. Og Dagur að komast á blað þegar ekki eru eftir nema 6,5 mínúta af fyrri hálfleik. Það er ekki nú saga út af fyrir sig. Geir náði þarna að blokkera. Alfreð fer út af núna þegar það eru einum færri KA-mennirnir. Og slæm sending hér hjá Patriki, Valsmenn á boltanum. Fram á Frosta og Frosti og hann skorar. Frosti Guðlaugsson skorar hér. Annað mark sitt úr hraðarhlaupi og annað mark sitt í leiknum. Minnkar muninn hér í 3 mörk. Já, það má eiginlega segja að þetta er mjög mikilvægt mark fyrir Valsmenn til þess að reyna að komast inn í þennan leik af krafti aftur. Og slæmt fyrir KA-menn ná ekki nýta þess að þetta vera einum fleiri. Kannski flýttuðu sér, helst til og mikið KA-menn þarna. Atli, Valur og Patrikur í gegn og vítakast og leiktinninn stöðvaður. Við sjáum þetta hér aftur, þetta var heilmikill árekstur. Það er nú það, jú, sennilega, Geir er ekki alveg búinn að ná sér í stöðu í vörðinu. Já, en Valdimar hér á vítalínunni og Guðmundur ver! Guðmundur Hrafnkelsson varði þarna frá Valdimar Grímsinni. Ingi hér
Upp er hann og skotin, Sigmar Ver, en, KM halda boltanum. Erlingur sendir hér fram á Jóhann og Erlingur og Jóhann og hann í gegn og Guðmundur Ver vítakast. Ég held að þetta sé létt. Já, þetta hárrétt hjá dómara. Og Patrekur. Og hann skorar, en Guðmundur ekki langt frá því að verja þarna. Nei, hann var í boltanum þarna. Patrekur Jóhannesson skorar hér annað mark sitt í leiknum. Hann hefur ekki skorað nema 2 mörk og það er annað úr vítakasti. Og það er hérna aftur Guðmundur Fer upp með vinstri fót og ekki langt frá því að hafa það. 12-8, 4 marka munur að 9. Valsmenn hér 2 leikmönnum fleiri og er hljóta að ná að minnsta kosti opna vörn KM-manna. Jón, Dagur, Frosti og Jón í gegn og vítakast. Jón, nei, Sigmar Þröstur Ver annað vítaskot sitt í leiknum. Sigmar Þröstur hefur verið reynd frábær í þessum leik og ef hann heldur svona áfram þá held ég að þetta verður mjög erfitt fyrir Valsmenn. Geir Sveinsson, Frosti og hann fer inn og nei, munið ekki mikla Sigmar verður þetta en boltinn fór að lokum inn og þar með er munurinn 3 mörk, 12-9 staðan og 1 mínútan ákvæmlega til hálfleiks og staðan er 12-9 og hér fer inn Frosti Guðlaugsson og skorar nú í gagnstæðu horni en lætur sig ekki munum að skora hér 4. mark sitt og minnka munni 2 mörk. Þetta er mikilvægt fyrir Valsmenn að minnka munni hér. Mjög mikilvægt og þetta svona þeir eru búin að ná að vinna þetta mjög vel upp núna síðustu mínútu. En munurinn í hálfleik er 2 mörk. Valsmenn hafa skorað 10 mörk, KA 12 í mjög skemmtilegum leik. Alfreð, Erlingur með skotin í varnarveginn og Frosti er fyrstur að átta sig, runar hér fram og skorar! Frosti skorar þrátt fyrir að Valur Örn hafi þarna reynt að hindra hann eins fagmannlega og mögulegt var. Þetta var mjög vel úr þessu unnið þarna hjá Frosta. Í fyrsta lagi kemst hann inn í nær frákastinu þarna og þrátt fyrir að Valur sé komin þarna og þrengið mjög á honum að þá nær hann þarna góðu skotið. Alfreð og Erlingur og Patrekur inn á línuna, Valdimar og vítakast. Já, bolti fór nú reyndar hérna í neti, endaði í netinu, þannig að Valdimar var óheppinn að því leyti. Það var búið að dæma hérna vítakastið áður en að boltinn kom í netið. Og Patrekur, en Guðmundur Ver. Og Valsmenn hafa þá boltan áfram. Dagur í gegn og skorar og jafnar leikinn fyrir Val. Dagur Sigurðsson jafnar hér 12-12. Það kemur núna Dagur utanverk og klára þetta færi sérstaklega vel þarna. Kemur hér vel út á móti Patriki og hér kemur Valdimar Grímsson hlaupandi. Upp fyrir hann og skorar! Valdimar Grímsson hér með 15 mark sitt í leiknum, markahæstur KA-manna og kemur KA-mannum yfir að 9. Þarna kom Valdimar þeim svolítið á óvart, þeir vannmetan í þessari stöðu og ganga ekki nægilega út í hann. Gengur illa hjá KM að opna glufuna hér, eða opna vörnina, en Patrekur fær hér færi og skorar! Patrekur Jóhannesson skorar hér 3. mark sitt í leiknum og nær 2 marka fórust á 9 fyrir KA. Það er enginn í horninu til þess að taka við frákastinu og Patrekur kláraði þetta mjög snyrtilega þarna. Sveinn, og hann fer hér inn, en Sigmar Ver. Þetta var mjög vel gert hjá Sveini. Hvernig hann opnaði sér leið, en þá átt hann bara eftir að skora fram hjá Sigmari Þresti og það er sko ekki bara. Og vel það. Patrekur hér, upp fer hann og hann skorar! Patrekur Jóhannesson með 2 mörk í röð fyrir KA og hann virðist hafa svo lítið fyrir þessu stundum að Patrekur. Virðist nú bara ekkert hafa fyrir þessu núna. Reif sig hér bara upp. Leiddist þetta þó, sjáu þið. Þeir eru mjög ábyrgir öllum sóknaraðgerðum KA-menn og hafa verið það frá fyrstu mínútu. Og Jón og Dagur í gegn og skorar. Dagur Sigurðsson skorar hér 3. mark sitt í leiknum og minnka munni 2 mörk, 15-13. Mjög mikilvægt mark. Það hefur verið mjög slæmt fyrir þá að lenda þetta 4 mörk undir núna. Július og Jón í gegn og Sigmar Ver vel og Július með skot framhjá.
Það er löngu búinn að lesa Jón, sjáðu, sest niður hér. Hann er ekki nægilega svona nákvæmur skotið þarna og Júlíus síðan Jón Kristjánsson og boltan, Dagur og Júlíus upp fyrir hann og skot og mark í slanna og inn. Júlíus Gunnarsson skorar þarna 4. mark sitt í þessum leik. Frábært mark þarna. Patrik var nú heldur og fljótur á sér að út úr vörninni og Júlíus nýtti sér það með því að komast þarna inn í eyðuna. 5. mark Júlíusar og staðan er 16-14, ekki 16-13 því að þeir voru að breyta því hér á töflunni í höfninni. Það er rétt, sennilega 14-16 eins og tímataflan segir til og hér er Ingi R komið fram og skorar. Ingi R Jónsson skorar 1. mark sitt í þessum leik, 16-15. Það er svolítið núna skora 4 mörk en ekki 5. Og hér er Patrikur með mark fyrir KA. Patrikur Jóhannesson skorar hér 5. mark sitt í þessum leik. Og staðan þá 17-15 KA í hag. Sjá þetta hérna aftur. Hann sleppur hér fram hjá Inga, hann Patrik. Þetta er svo sem alltaf lagi fyrir Valsmenn, þeir eru að bíða eftir sínum manni. Jón fer hér þó í gegn og þetta er vítakast. Þetta var mjög vel gert hjá Jóni. Sérlega vel gert og þarna kemur hann aftur sem sagt vinstra megin við Valdimar og nær að fiska þarna vítakast. Þeir verða að reyna að teygja svolítið á vörninni. Þeir hafa verið tölvöld mikið að sækja inn á miðjuna. Og Valgarð Thoroddsen er hér kominn á vítalínuna og hann skorar. Valgarð Thoroddsen skorar hér 1. mark sitt. Vegna þess að það er svo lítið opnum hérna hægra megin. Erlingur hér í gegn og vítakast fær Erlingur Kristjánsson. Hann hefur heyrt í mér. Já, hann er ekki til að hlusta á þetta raus í okkur og vildi bara sína hvað hann getur. Þetta var gott. Já, vel gert hjá honum. Og það er bara Jón bróðir sem hann lætur platta sig. Og vítakast skal að vera og það er Valdimar Grímsson sem fer á vítalínuna. Hann skoraði á 2 vítaskotum, Valdimar, samtals 5 mörk. Getur komið Káminn við 2 mörk yfir aftur. Og skýtur í stöngina og Guðmundar er boltanum. Þá er það Jón og inn á Sigfús og hann skorar. Sigfús Sigurðsson skorar hér. Kemur inn á og skorar 1. mark sitt í leiknum. Þessi stóri og stæðilegi ungi strákur. Hann er rétt tvítugur, hann verður tvítugur í sumar. En hann sagði þarna Gunnar sá ég að hann hefði togað þarna í treyju og Alfred í vítakast. Og útarekstur eða hvað? Nú, Alfred og Geir, þeir eru þarna að berjast eitthvað. Við sjáum þetta hérna aftur. Alfred sækir hér á milli og Þetta er vítakast, það er ekki spurning. Nei, það er ekkert vafamál, það er spurning þarna jafnvel útarekstur. Og er mjög mikilvægt fyrir KA-menn að Valdimar ná að skora úr þessu vítakasti. Þeir eru búin að misnota 2, þannig að... Og nú skorar Valdimar og svona ætlaði hann að skora örugglega áður þegar hann sneri boltanum í stöngina því að þetta skot var nánast alveg eins og KA kemst aftur yfir 18-17. Og Júlíus er með boltan og Dagur fer hann og skorar! Dagur Sigurðsson skorar hér 4. mark sitt í þessum leik og jafnar 18. Sjá þetta hér aftur. Hangir lengi í loftinu Dagur. Þetta er vel gert og Dagur sýnir hérna mikinn karakter og tekur á skarið og það er að skora þarna mjög mikilvægt mark fyrir Valsmenn. Já, þannig leikmenn eru svo sannarlega mikilvægir sem þora að taka skarið. Og vítakast Erlingur Kristjánsson yfir við kolan, fiskar hér enn einu sinni vítakast. Sjá þetta hérna aftur, Guðmundur, er þetta strangudómur, Valsmenn hoppuðu hér allir hæði sínu loftu. Það er erfitt í sjálfu sér, það er erfitt að meta það. Já, hann var nú kominn í gegn. En Valdimar hér á vítalínunni og skorar! Valdimar Grímsson skorar hér 7. mark sitt. 7. mark sitt og þar af 4 hefur hann skorað á vítaköstum. 19-18. Lendan eru Valsmenn í þeirri stöðu að þurfa að jafna þennan leik. Þeir hafa aldrei náðu að komast að yfir. Jón og Dagur og Júlíus út í hotnið á Valgarð. Og Valgarður skorar hér glæsilegt mark fyrir Val. Það er engum blöðum það að fletta. Valgarður er styrkur fyrir Valsliðið hér á þessum síðustu mínútum. Mjög góður hotnamaður. Sjáum hvað það sem hefur mikið stökkkraft. Hangir lengi.
og Valgarður kemur hér og Jón inn á línuna, Geir og vítakast. Nei, segja KM eru vægasagt óánægðir með þennan dóm, en ég held að hann sé nú réttur. Og þó, já, hann hafði nú náð sér í stöðu að Patrekur þarna. Þetta er strangudómur. Já, Patrekur hafði náð sér í stöðu fyrir aftan Geir á hann Geir snýri sig við. Þannig að aðeins að strangudómur var það. Valgarð hér á vítalínunni og Sigmar ver! Sigmar Þröstur ver hér 15. skot sitt og hvað komið til þriðja vítaskotið? Þriðja vítaskotið sem hann tekur. Hann er búinn að standa sig frábærlega í þessum leik. Sjá þetta hérna aftur. Hann er kominn hálfpartinn úr jafnvægi en las hárrétt. Flókur þarna í þessari stöðu. Og Jón Kristjánsson og Frosti í gegn og Sigmar ver en Geir ætlar í gegn og Sigmar ver en vítaskot, vítakast, aftur dæmt vítakast. Sigmar hefur varið 17 skot í þessum leik. Varið alveg frábærlega. Hvernig þeir senda í þetta vítið? Já, það segir þú satt að Dagur Sigurðsson. Setja ekki Dag í það? Já, Dagur fer inn á vítalínuna í stöðunni 19-19 og 1:50 til leiksloka. Og Sigmar tilbúinn. Og Dagur Sigurðsson skorar fyrir Val og kemur Val yfir í fyrsta skipt í leiknum. 20-19. KM-menn sem hafa verið meira og minna yfir hafa mist forystuna þegar 1,5 mínútur eftir. Já, og nú eru þeir með fullskipað lið KM-menn. Leo Örn kemur hér inn á og það er 1 mínúta og 20 sekúndur eftir. Alfreð reynir að skjóta en Geir til varnar. Æsi spennandi leikur hér. Valdimar og Frosti og Valdimar fer í gegn en Guðmundur ver en aukakast. Dæmt lína hér á Geir og leiktíminn stöðvaður þegar 1:03 er eftir, 1 mínúta og 3 sekúndur eftir. Valdimar komst þarna óvænt í upplagt færi en náði ekki að nýta sér það. Spurning hvort við höfum tíma til þess að sjá þetta aftur hérna. Hérna fer Guðmundur og svo, hér skora þeir. Hér skora KM-menn. Þegar við vorum að skoða þetta aftur. Patrekur nær að jafna leikinn þarna á ótrúlega augnablikki. Já, því miður þá mistum við af þessu, en hann jafnar hér metinn 20-20. Alveg. Og hér standa áhorfendur á fætur, þeir ráða sér ekki fyrir kæti eða spenningi öllu heldur. Og við verðum bara að gera það líka til þess að sjá niður á völlinn. Og staðan er 20 sekúndur eftir. Og hér er Jón Kristjánsson með boltan og Dagur. Og með skotin Sigmar ver. Og 10 sekúndur eftir. Og Erlingur og Alfreð. Og Patrekur og Guðmundur ver! Þeir að þrjár og þetta er vítakast! Þetta er vítakast! Og ég skil ekki hvers vegna Guðmundur varði og það er dæmt vítakast. Ég skil, þetta verðum við að sjá aftur. Ég held að hann hefði fengið algjörlega frítt skot. Hérna sjáum við þetta aftur. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Ég skil ekki hvers vegna Gunnar Kjartansson dæmir vítakast hér. Og alls ekki skilur Guðmundur Hallgrímsson það. Patrekur færði þarna algjörlega frítt skot. Eigum að sjá þetta aftur einu sinni enn. Við skulum sjá, við erum þó tilbúinir til þess að taka víta. Nei, hann fer í vítakasti núna. Hérna sleppur alveg og fær frítt skot. Þetta er harður dómur. Svo ekki sé nú fastar að orði kveðið. Og Valdimar Grímsson hefur tækifæri hér. Leikurinn er úti, annars þetta vítakast. Valdimar hefur hér tækifæri til að tryggja KA bikarmeistaratitilinn og... Nei! Guðmundur ver! Guðmundur Hrafnkelsson ver þetta vítaskot og það er framlengt. Þvílík dramatík hér í Laugardalshöllinni í allan dag. Ekki bara í kvennaleiknum, heldur líka í karlaleiknum. Hvort liðið sem vinnur hér eða tapar getum við kannski frekar sagt
getur enga síður vel við unað því að bæði hafa þeir sýnt mjög góða leiki hér, sér í lagi varnarleik og markvörslu. En Gunnar Kjartansson og Óli Olsen eru tilbúinir með framlíkinguna og þannig eiga bikarleikir að vera. Því framlík í tvennaleiknum í dag sem fram náði síðan að vinna. Og hér Jón Kristjánsson með gott mark. Annað mark Jóns í þessum leik og það segir nú sína sögum varnarleik KA-manna. Já, það gerir það. Þarna náði Geir aftur að blokkera Valdimar af og Jón komst þarna upp á slétta vörn KA-manna og nýtti sér þetta til fulls. Það er mjög mikilvægt að byrja svona framlengingu á því að skora og komast yfir. Erlingur Kristjánsson hér með boltan og inn fer hann og hann. Þetta nei. Ég vil sjá þarna. Ef þetta var vítakast á hann þegar Patrekur skaut, þá var þetta örugglega eitthvað svipað. Það er 1 mínúta og 50 sekúndur eftir að fyrri hálfleik framlíkingar og Patrekur skorar! Patrekur, þessi geysi skemmtilegi handboltamaður, skorar hér fyrir KA 7. mark sitt. Og þó svo að Patrekur sé búinn að skora 7 mörk, þá finnst mér hann samt eiga nóg inni og hann sýndi það hér. Gott mark hjá Patriki Jóhannesinni og Valur og Patrekur og Erlingur í gegn og vítakast og 2 mínútur á hvern? Býtum við? Á Frosta. Á Frosta, já. Á Frosta. Væntanlega farið þarna aftan í hendina á honum. Spurning hvort að Frosti vil meina að hann hafi einungis snert boltan. En hann er erfitt að meta það. Patrekur er að fara hér á vítalínuna en jú, þetta er vítakast og... Já, ég held að það sé ekki að segja nátt. Og Patrekur Jóhannesson skorar hér og þar með hefur hann skorað 8 mörk í þessum leik og Júlíus skaut hér strax í að fyrri hálfleikur framlíkingar er úti. Staðan 22-21, liðin taka ekkert leikli, heldur skipta strax völl. Hörku spennandi leikur hér í höllinni og ekki hægt að segja annað en að handboltaáhugamenn geti verið ánægðir með það sem að í boði hefur verið í dag. 2 framlengdir bikarúrslitaleikir og það annar 10 framlengdir og þessi geti farið í 10 framlengingu líka, það er ekkert lítið fyrirstöðu síns með. Já, Alfreð, Patrekur og hann skorar! Patrekur Jóhannesson á greinilega að klára þetta fyrir KA-menn. Hann skorar hér 9. mark sitt og brosir auðvitað. 23-21, KA hefur náð hér 2 marka fórustu. Sjá þetta hérna aftur, þetta er mjög gott skot. Þetta mark gæti gert útslagið í þessum leik. Það er ekki spurning. Já, Alfreður jafnar sig, leikurinn er komin í gang. Dagur, sendingin á Geir en misheppnast. Og KA nær boltanum þegar 2 mínútur og 35 sekúndur eftir af síðari hálfleik þessarar framlíkingar. KA-menn eru ekki bara með litla fingur á bikarnum, nú bættist baugfingur við. Þeir eru smátt og smátt að hafa þetta KA-menn. Verða þeir bikarmeistarar hér í fyrsta sinn. Við skulum sjá til Patrekur með skot og skorar! Og fagnar ógurlega. Patrekur Jóhannesson skorar hér 10. mark sitt og staðan 24-21. Valsmenn verða að skjóta strax. Freista þess að skora, þeir hafa engan tíma og auka kasta KA. Leiktíminn stöðvaður. Þeir eru hér á fætur, hvort það eru Valsmenn eða KA-menn. En það eru aðeins KA-menn sem að syngja hér gleðisöngva. Hér sjáum við mark Patreks aftur. Patrekur hefur kjarkinn til að taka skarinn, það vantar ekki. Og hér er Frostinn, en Sigmar Þröstur held ég þarna gulltryggði sigur KA-manna í þessum bikarúrslitaleik með frábæri markvörslu. Þetta var enga síður mjög skemmtileg leikviti af Valsmönnum, en Ingi stelur boltanum og skorar! Óvænt hér, 24-22. Ingi skorar hér annað mark sitt. Það er 1 mínúta 30 sekúndur eftir og leiktíminn hefur verið stöðvað. Þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Og Valdimar, nei, Frosti stelur boltanum og hann er komin í gegn. Nei, Sigmar ver. Já, hérna þá. Sigmar varði 21. skot sitt. En Valsmenn hafa svo sannarlega gefið í hér á síðustu mínúndunum, eða sekúndunum öllu heldur. 1 mínúta og 5 sekúndur eftir. 2 marka munur, Erlingur og aukakast hér á Inga. Maður og mann hjá Valsmönnum eins og við höfum séð. Patrekur með boltan og Alfreð.
Og Geir stelur boltanum, sendir á Dag og hann skorar! Ég trúi þessu bara ekki. Valsmenn hafa skorað hér 2 mörk í röð á bara hálfri mínútu. Það eru 40 sekúndur eftir þegar það munar 1 marki. Og þetta ætlar að hettast eða hvað þetta herbrað Valsmanna að koma svona út. Og hér er, nei, jú, Valur skýtur yfir. Og Valsmenn eru með bolta þegar 20 sekúndur eru eftir og geta jafnað. Þetta er alveg ótrúlegt. Jón Kristjánsson. Og það er brotið á honum. Það eru 10 sekúndur eftir. Og Dagur og Ingi. Og hann skorar! Ingi Herjónsson skorar 3. mark sitt og jafnar leikinn. Ég bara hreinlega get ekki meir, Guðmundur, taktu við. Þetta er bara hreinlega óskiljanlegt hvernig KM-mönnum hefur tekist að klúra þessu niður hérna á þessum síðustu mínútum. En það var náttúrulega samanskapi frábærlega vel gert á Valsmönnum. Þeir hérna breyttu vörninni hjá sér og komu út á völlin maður á mann og náðu að vinna boltan hvað eftir annað beint úr höndunum á KM-mönnum. Mjög litla líkur í sjálfu sér að þeir takist að skora á þessum tíma en það er allt mögulegt að sjálfsögðu. Patrekur sendir hér fram og Guðmundur Varði. Þetta hefði verið mark ef að Jóhann hefði náð að skora en Guðmundur Varði og hefur þar með varið 15 skot í þessum leik. Það reynir mjög mikið á sálrænu hliðina núna hjá KM-mönnum vegna þess að þeir eru nálega búin að vera þeirri stöðu í tvígang eins og þú sagðir áðan að vera með unnin leik en tapaði niður á síðustu sekúndum og þetta er mjög erfið staða. Já, þá fer þessi seinni framlíking að hefjast. Staðan í hálfleik, svo við förum aðeins í gegnum leikinn var 12-10 KA í hag, 20-20 eftir enna leiktíma og 24-24 er hún nú fyrir þessa seinni framlíkingu. Það eru KA-menn sem hefja leikinn og það getur verið mjög mikilvægt að skora fyrsta markið í framlíkingu. Og hér er Patrik með boltan. Ups. Aukakast. Það er bæði þeim mjög mikilvægt að skora fyrsta markið og einnig það að þá er hver brottvísun eins og við sögðum á hann, hún er ótrúlega dýr því liði sem verður fyrir því. Það er svo erfitt og leikstíminn er það stuttur að þetta getur breyst á svo skömmun tíma. Við sjáum það núna að Valsmenn hafa breytt vörnin, þeir taka Patrik ekki lengur úr umferð og ætla að breysta þess að Já. Voruðu betur haldið því áfram. Patrikur Jóhannesson er hér að skora 11. mark sitt. Ég er svolítið hissa á þessu vegna þess að Alfreð er orðinn mjög þreyttur þarna og þannig að Þeir ákváðu að gera þetta Valsmenn og kannski þurftu þeir að súpa seiðið af því þarna. 25-24 KA yfir. Og hér er Jón Kristjánsson. En brotið á honum. Hörstlega á móti Jón. Sem er að sagt. Á Dagur og Jón. Og vítakast. Vítakast. Vel gert hjá Jóni, hann kom þarna í svo kallað utanverða fintu og náði að komast þarna í gegn og fiska víti. Sigmar Þröstur er vítabanni og við sjá hvað hann gerir nú. Hann ver! Sigmar Þröstur ver einu sinni en þetta er 4. vítakasti sem að ver. Hann er búinn að eiga hreint út sagt frábæran leik hér í dag, hann Sigmar Þröstur og með hrein og ólíkinn. Já, og þá er það KA-menn sem geta náð hér 2 marka fórustu og Valdimar, og hann skorar! Valdimar Grímsson skorar hér 27. mark KA-manna, 8. mark sitt í þessum leik og staðan 26-24 KA í hag. Július út í horni hér á Frosta. Hann hér á Jón. Og Jón inn á línun og Geir og vítakast. Þeir voru alveg að fara að dæma töf. Dómararnir. Þeir voru alveg að falla á tíma þarna Valsmenn en það eru rétt um það. Er hann hér 5. vítaskotið? Nei! Valgar skorar og víkar munin hér í 1 mark, 26-25. Þeir vitað að KA-menn jafnvel og við hér að þeir hafa í tvígang
svo til kasta frá sér sigrinum hér í þessum leik og þurfa að vanda sig núna að hafa hér einsmars forskot og Alfreð í gegn og skorar! Glæsilega gert hjá Alfreð Gíslasyni, 7. mark hans í þessum leik. Hann kann þetta en Alfreð er þjáður af meiðslum og gerir raunverulega meira heldur en hann getur hér í dag. Þetta er ótrúlega ósérhlífni sem hann sýnir þarna og skorar þarna gísilega gott mark. Hér er Dagur með sending út í hornið á Jón og hann skorar og heldur lífin í Valsmönnum en þannig má orðið komast. 27-26, 7 sekúndur eftir af fyrri hálfleik framlíkingar, aukakast á Inga R og þetta er búið. Já, þetta er búið og það er að segja fyrri hálfleikur framlíkingar og það eru eftir 5 mínútur og liðin skipta strax völl. Dagur og Júlíus, nú er eitthvað í uppsiglingu hjá Valsmönnum. Dagur, upp fyrir hann en Sigmar ver. Sigmar Þröstur ver 20. og 3. skot sitt í þessum leik. Það var vel skoti hjá Degi en Sigmar Þröstur einfallega hérna sá við honum. 3 mínútur og 45 sekúndur eftir. Patrekur hér. Í gegn fyrir hann en Guðmundur ver. Og nær boltanum. Sendir hann hér á Jón Kristjánsson. En þeir fara rólega í þetta Valsmenn. Júlíus. Jón. Og aukakast á Erling og Alfreð. 2 mínútur og 15 sekúndur eftir. Dagur, uppför hann hér og skot í varnarvegginn og Jóhann nær boltanum, sendir hann á Valdimar og hann í gegn, en Guðmundur ver. Guðmundur ver hér 20. skot sitt. Guðmundur Hrakkelsson og Sigmar Þröstur Óskarsson hafa heldur betur sýnt hér markvörsluna. Guðmundur þarf ekki hægt að segja annað en að þessi markvörsla sem hafa sýnt hér á heimsmælikvarða. Þetta er frábæri á báðum markvörum, alveg frábæri. Markvarsla á heimsmælikvarða í þessum bikarúrslitaleik, það held ég að sé óhætt að segja. Stemning á heimsmælikvarða, varnarleikur á heimsmælikvarða og bara leikur á heimsmælikvarða hér í höllinni. Jón og Valdimar brotlegur. Þarna eru Valsmenn að kvart yfir því að Gunnar dæma fljótt. Vilja meina að Jón eigi að fá tækifæri til að losa sig. Og Valgarð hér, nei, kemst ekki inn. Júlíus og hann reynir að komast fram hjá Erlingi en brotið á honum. Nú vilja Valsmenn fá 2 mínútur. Út af með einhvern segja þeir. En 45 sekúndur eftir. Löng sókn Valsmanna hér. Og Dagur finnur hér Jón og Dagur aftur. Og inn úr horninu fyrir Dagur en Sigmar ver. Og hvernig endar þetta KM á boltanum? Þegar 30 sekúndur eftir. Sigmar varði þetta 24. skot sitt í þessum leik. Og eftir eru 25 sekúndur, 24. Þú voru að sjá hvort þeir eru reynslunni ríkari. Já. Og láta boltan vinna. Og Valdimar með boltan. Og Geir Ingi stelur af honum boltanum, svei mér þá. 15 sekúndur eftir. Dagur með boltan. Jón, Ingi, Júlíus. 10-7 sekúndur eftir. Aukakast. 4 sekúndur eftir, 3. Og Ingi með skot. K.A. er bikarmeistari. K.A. er bikarmeistari 1995 og vinna hér Valsmenn með einu marki í frábærum leik 27-26 og fagnað vonum innilega. K.A. er bikarmeistari í fyrsta sinn og auðvitað óskum við þeim til hamingju. Það spurði hvort við náum að senda boltan á Arnar Björnsson. Ég er hérna mér á gólfi með KA-menn. Þeir eru hér að faðmast feðgar Gísli Bragi Hjartarson og Alfreð Gíslason. Alfreð, þeir koma hérna gömlu KA-mennir, Þorleifur Annaníasson og fleiri til þess að fagna. Alfreð, ótrúlegur dagur fyrir ykkur KA-menn. Já, þetta, ég hefði nú skiptað þessum þitt og öllum hinnum. Þið fóruð lengri leiðina, áttuðu allan tíma að trúa því að þið getu þetta? Já, við hefum mikla trú á liðinu. Við ætlum að leggja okkur allir í þetta. Og ég var að vona að taka eitthvað aðeins styttri tíma þetta, en það hafðist. En þú ert dauð uppgjöfin. Alveg búinn. Ég hef aldrei verið svona þreyttur. Til hamingju. Akureyrarbæjar sem afhendir fyrirliðanum þennan glæsilega bikar sem að umferðarráð gefur.